svona. Hvað þurfið þið að gera betur til að fá eitthvað út úr þessu? Vera klínískari, klára færin sem við fáum. Við vitum það að þegar maður spilar á móti Íslandsmeisturum í Blika að þá þurfum við að nýta færin sem við fáum og við fengum 2 dauðafæri og nokkra góða stöður og við þurfum að nýta þau betur. Hvernig fannst þið framist það? Heilt yfir bara fín, sérstaklega í fyrri hálfleik. Það er ánægður með fyrri hálfleikinn. Mér fannst seinni hálfleikurinn alls ekki nægilega góður. Eitthvað sem við getum gert betur í markinu þeirra, fannst þér eitthvað sleika það? Já, ég meina við bara gefum þeim bara gjafamark, ég meina bara slökk sending út úr vörðunni hjá okkur og þeir éta hana og fáum okkur ódýrt mark. Það var smá erfið í dag, það missi ykkar besta leikmann bara, hvernig hefur þið gýra menn upp í þennan leik? Það er yfirleitt ekkert vandamál að gýra vestra liðið upp í dag en vissulega vorum við að spila leika móti Fram sem fór í framlengingu og við fannst það svona crucial momentum í dag, við verðum að finna þungir á okkur en heilt yfir, ég meina við erum að spila móti góðu liði sem að vissulega líka stutt síðan að þeir spiluðu þannig að mér fannst vera tækifæri í dag til að gera betur og ósáttur með að, eins og ég segi, fyrstu 10-15 mínúturnar fannst mér við líklegri til að skora, þangað til að þeir skora og þá var þetta ekki nægilega gott. Gulakortið voru ansi oft upp í fyrri hálfleik og þína menn, annars fyrir hvert einasta brot, ertu ósáttur við það? Já, ég bara lélegt, bara meðast ekki gott, meðast ég hafði ágjur á þessu fyrir leikinn og að það er, já ég ætla bara að segja sem minnst þetta, ég hefur alltaf mikið gagnrýndur þetta en svo finnst mér líka bara hvernig ég tala til mann sem þjálfar annars liðsins, mér finnst það algjör óþarfi sko, ég er ekki mér finnst mjög óþægilegt að láta fjórðadómarann garga á mig eins og ég sé einhver óþekkur krakki sko, það er eitthvað sem að mætti skoða alveg á KSÍ sko. Finnst þér að koma öðruvísi fram við því heldur en aðra? Ég ætla ekki að dæma það skilur, ég finnst þetta bara óþarfi skilur, ég er ekki í því að garga fjórðadómarann, mér finnst bara algjör óþarfi að vera að garga á mig og mína aðstofamenn eins og ég sé litli krakkar sko, mér finnst það bara óþarfi en við skulum bara fókusera á leikinn og vestarliðið þurfti að gera betur í dag, við þurftum að vera klínískari, við þurftum að klára færin okkar og svo fannst mér orkustig í liðinu svona sérstaklega í seinni hálfleik, fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik, ekki það sem ég vildi sjá. Það er örlítið á stöðunni á ykkur liðum fyrir meðan er að samla stöðun hraðar en þið síðustu vikur, bara hefur áhyggjur af stöðunni? Já, áhyggjur, ég meina við sköpum færi á móti sterku liði Blika, Íslandsmeisturum og við þurfum bara að klára færin okkar og við höfum það svona fyllt okkur pínu óheppni og við þurfum bara að horfa í það þannig að við þurfum að skapa okkar eigin heppni með dugnaði og ekki bara dugnaði leikjum, heldur bara á aukasvæðinu. Við þurfum bara að gera betur, við þurfum að setja standardinn hærra og við þurfum að hækka levelið á því sem við þurfum að gera og þá hef ég engar áhyggjur af þessu, við gerum það og við erum klárlega með karakterinn í liðinu til að standa undir því. Það hefur svona lítið gengið upp á síðkastið, þetta eru 4 tap í röð og 2 mörk í síðustu 5, er það einmitt það sem talar það vera klíníski fyrir fram á markið? Já, klárlega, fengum færi til að klára leikinn á móti Fram, kláruðum við ekki, þurftum að fara með þann leikinn í vítaspyrnukeppni en það má ekki glemma því líka að við unnum Framarann í síðasta leik þannig að það er nú einhver jákvæð merki í þessu hjá okkur, þetta er ekki allt í volli og mér fannst við heilt yfir eiga bara allt í lagi frammistöðu hérna í dag þó ég hefði viljað sjá meira og sjá betri frammistöðu þá fannst mér hún ekki hræðileg. Við fréttir þessari viku að Daði Berg er búið að kalla hann aftur í Víking, þú sagðir í viðtali í síðustu viku að það er eitthvað sem myndi koma virkilega óvart. Hvernig svona var þetta eitthvað sem kom virkilega óvart? Já, klárlega. Við höfum átt mjög gott samstarf með Víking og svona okkar tilfinning var svo að Daði yrði bara hér og fengi að njóta þeirra tækifæri sem við höfum gefið honum og fengi að spila með okkur úrslitaleik í bikar og hérna er hann í risa tækifæri, risa hlutverki hjá okkur og mér finnst leiðilegt að hann sé sviptur því en auðvitað vona ég bara að hann fái stórt hlutverk eins og talaður í gríðarlega sterku liði Víkings. Ég meina hann auðvitað spila í frábæru liði í dag með Víking og þannig að það er auðvitað líka tækifæri hann, vonandi færi hann það tækifæri almennilega. Þú hefur búið að opna gluggann, það er reynslu lítill bekkur hjá þér í dag, eru þið eitthvað að skoða á glugganum? Já, klárlega, við erum alltaf að leita eftir liðum til að styrkja hópinn okkar en það þurfum líka að vera rétti leikmenn, við erum ekki í þessu bara til að taka eitthvað inn í þetta, það er klárt mál, við þurfum alveg styrkingar og við erum opnir fyrir þeim. Það eru bara 90 mínútur í Evrópusæti, það hlýtur nú að vera eitthvað sem það er að horfa í? Já, ég er bara að horfa í næsta leika móti IBVF, sko, núna bara er þetta bikar, við skulum kalla það bara þetta bikarævintýri er núna bara sett upp í hillu
og við þurfum bara að taka á því þegar styttist í þann leik en við erum bara á þeim stað í deildinni að hver einasta mínúta og hver einasta návíi, hver einasta leikur það þessu skiptir máli. Talar næsta leik, það IBVF. Þau eru í 7. sæti eins og stendur en það eru þó bara 4 stig niður í fallsæti hreinlega. Þetta er risastór leikur fyrir ykkur. Já, rétt eins og fyrir þá og allir leikir eru risastóri leikir í þessari deild fyrir öll lið þannig að þetta er bara næsti leikur.